Fleiri fuglategundir sem lifa nærri sjónum gætu átt í vök að verjast. Sandlóan sem Böðvar Þórisson hefur rannsakað vestur á fjörðum er af ættbálki strandfugla eða fjörunga. Hún lifir gjarnan á mörkum lands og sjávar og Böðvar segir að færa megi rök fyrir því að hætta að steðja sandlóunni með aukinni hlýnun og uppgræðslu. Samfara því minnkar kjörlendi hennar til varpsins. Hún verpir það sem er gróðurlítil svæði, upp á hálendi og svo strandsvæðunum. Gróður fyrir að vaxa meira á þessu strandsvæðum til dæmis, þá er það ekki gott fyrir hana. Hún kemur hérna á vorin á leirurnar. Það er mjög flott að leiru í Öndafirði til dæmis og í botni Skutulsfjarðar. Það er ekki ákjósanlegt að koma til Bolungarvíkur á vorin. Það er ekki mikið leirur hér. Og ég hef séð út frá litmerktum fuglum að það er kannski komið hérna fyrsta vorin, mynda par og farið svo til Önundarfjarðar eða Skutulsfjarðar til að fá sér að éta. Komum svo aftur þegar það var betra. Hreiður sandlóunar er berskjaldað en eggin er í góðum felulitum. Það kemur þó ekki í veg fyrir gríðarleg afrán í varpinu. Það voru mörg hreiður rænd núna í vor eða sumar. Eitt var reyndað kyrrt yfir. Sandlóna verpir oft í grenndu mannin. En hinir voru rænd og það geta verið hvað sem er, sko. Það getur verið hrafnar eða kjóar eða minkur, tófa, hvað sem er.